Já, það er gaman að ferðast um landið og Reynisfjaran hefur gríðarlegt aðdráttarafl. Það er fyrir íslenska ferðamenn og erlenda. Öryggismálin þar hafa verið mikið í brennidepli undanfarin ár. Því miður hafa orðið þarna mikið af alvarlegum slysum. Við vorum kíktið þarna aðeins á hvernig staðan er hjá þér núna, hvað er búið að gera og hvernig þetta lítur út. Og það er eitthvað búið að undirbúa þarna, maður sá það, ég var nú glaður að sjá þarna þessa steina og stólpa og það er líklegast einhverjar myndavélar og einhver skilti og eitthvað fleira sem á að gera og gaman að sjá það. En það sem kom mér kannski svolítið óvart var hvað voru margir sem að fóru aðrar leiðir kannski heldur en boðið upp á. Þannig að það eru kannski merkingarnar eins og í þessu tilfelli, þá voru merkingarnar svolítið öðruvísi eða það er að segja kannski þetta skilti að sé bannað að fara mætti nú vera þarna aðeins lengra niður úr eða semst frá bílastæðinu þangað sem að fólki labba nú bara þarna fram hjá skiltunum og var að smella sér niður í fjöruna. En annars er svolítið magnað að sjá að skiltin sem eiga að vara við hættu, þeir eru bara eitthvað svona límmiðaskraut. Og þetta er náttúrulega alveg glatað að vera með viðvörunarskilti sem er bara límt á og þetta er ekkert hreinsað af. Þetta er ótrúlegt að sjá. Og skiltin mættu vera, stólparnir mættu vera miklu meira áberandi í betri lit þannig að þeir sjáist vel og það er engin lýsing á skiltunum, ekkert sem svona vekur því á og manni datt nú strax til hugar þegar maður var að ganga þarna og skoða að datt mér til hugar sko eins og IKEA, hvernig þeir leiða mann inn í búðina og maður kemst ekki fram eiginlega hjá því að sjá hlutina. Þarna ertu bara með bæði skiltin hægra megin þegar þú labbar í áttina að fjörunni og ert bara, þú þarft ekkert, þú getur labbað fram í það og maður sá þarna þetta með það óformleg könnun að ég satt þarna og fylgdist með fólki hérna þessa 2 daga, 30. september og 1. október og örfáir horfðu á skiltin, Fólk bara gekk fram og gjóuðu sumir á, það stoppaði einhver 1 eða 2 og voru að skoða og ég veit ekki hvort það voru að skoða límmiðaskrautið eða hvort það voru raun og eitthvað að spá í hættuna sem er þarna í fjörunni. Þannig að manni finnst nú mætti kannski skoða hvort það sé ekki hægt að lagfæra því eftir að kemur fram í þessum 2 skiltum sem eru hægra megin, þá er bara stígurinn, tóm skilti og í raun og veru afskaplega lítið sem heldur áfram að vara þig við. Og þetta er náttúrulega kannski einfaldi hlutur sem var hægt að gera til þess að gera allavega þessi skilti meira áberandi, finnst mér allavega. Og þetta er náttúrulega gríðarlega gaman að skoða og þarna var nú svona tiltölulega róleg þarna þegar ég var að taka þetta stutta myndskot þarna af fólkinu sem voru nú þarna yfir og síðan fjölgaði nú verulega eftir að ég hætti að mynda og þarna er fólk að mynda og það er gríðarlega, fólk fer gríðarlega nálægt þarna, sérstaklega maður sér að fólk er að taka mynd af sér og sínum og þarna var tiltölulega rólegt sjólag, eins og samkvæmt vegagerðarinnar. En fólk er samt að hlaupa þarna þegar maður fór þarna aðeins neðar og tók fyrir hornið að þá er fólk alveg í flæðarmálum. Og ég get ímyndað með það að fólk, flestir þarna sko, eru bara alls ekkert með á hreinu hvað er í gangi. Og síðan skoðst ég þarna aðeins kvöldið aftur og þá var náttúrulega að fara að skyggja og fólk var ennþá í fjörunni, skiltin óupplýst, var erfitt að sjá hvort það væri nokkuð hægt að lesa áður þarna af einhverju viti og ég held að eins og í dag að þá hérna er nú ég var tiltölulega erfitt og þannig séð að finna þetta á vef vegagerðarinnar. Það sem að nú er hættustuðlinn þar orðinn töluvert hærri en það var í gær. Og við fjöruna, það er hérna vísu, grænt og eitthvað blátt á þessu svæðum hérna, en það er rautt bara hérna úti og það er spurning svona hvernig, það sem þetta er náttúrulega bara að spá hvort að þessi mikla öldvæði sem er hérna úti, hvort þú næri virkilega ekkert hérna nær, en vonandi gengur eða ganga þessi daga framundan vel, því að þetta er náttúrulega, þetta er hættulegt ef að fólk veit ekki af hættunni.
og mér finnst allavega þetta sem núna í dag vera afskaplega svona, já, mætti gera það betur fyrir tiltölulega lítinn kostnað, en kannski þessi staurar og dót að fara upp bara næstu daga og það er óskandi. Verði komin lýsing og betri stýring bara inn á, þú kemst ekki þennan göngustíg að fjörunni nema sjá þessu merki, þú þetta beygja til hægri og vinstri og einhver hlið og eitthvað, þannig að það er allan hægt að mikið af þessu fólki eru á einkabílum, þeir eru ekki með leiðsögumenn með sér. En þetta er nú bara svona spekúlasjón. Takk fyrir. Horfið.